Berglind Sigurðardóttir, bóndi og heilari á Refstað í Vopnafirði, hefur sinnt ótal störfum frá 14 ára aldri enda ósérhlífin og harðdugleg. Einn daginn sagði líkaminn svo stopp og nú hún að takast á við breyttan veruleika. Berglind, byrjum bara svolítið á byrjuninni. Þú heitir mjög löngu nafni, Bjarnveig Berglind Sigurðardóttir. Já, héti, já. Og hvaðan kemur þetta Bjarnveiganafn? Bjarnveig Berglind í raun og veru, Bjarnveig í höfuð á Bjarna læknir sem var á fæðingalæknir á Akureyri og konan sé Bergljót og ég heiti Berglind í höfuð á henni. Hvernig kemur það til? Já, ég hef alltaf verið að flýta mér og mér lá svolítið á. Þannig að ég lagði á stað eftir 3 mánuði, mamma misti legvatnið og ég hefði náttúrulega aldrei átt að vera nema bara fósturlát en hún svolítið þrjósk. Þannig að hún fór inn á spítala og hafði þá þegar mist barn á sjúkrahúsinu og sem var drengur, fæddur 68 og af því að hún hafði mist hann og það var kannski, ég veit ekki hvað maður segja, innan geðsalhappa mistök eða eitthvað en það allavega hafði farið legvatn ofan í hann og þau ekki tekið eftir og hann ropaði upp og kafnar og sem sagt af því hún hafði lent í þessu þá hugsi að Bjarni hafi nú leyft henni sem hann hefði örugglega ekki leyft nokkurri annarri og hún sagðist ekki ætla að gefast upp, hún ætlaði að eiga barnið þarna. Og mér skilst að hjúkkurnar hafi nú ekkert verið ánægðar með hann að hún neitaði að fara á klósett og allt svoleiðis. Hún sagði þið bara verið að sækja, ég fer ekki upp úr rúminu fyrir barnið fætt og hún lá í 3 mánuði með legvatnið rann allan tímann. Og undir restina þegar var nú farin að sjá fram á það, þetta væri nú kannski fræðilegur möguleiki, þá voru farin að gefa henni svefntöflu kvölds og morgna. Þannig að hún svæfi sem mest bara og mátti ekki hugsa neitt þess að setja ekki að fæðingunni á stað. Þannig að maður látið hafa fyrir sér ansi mikið. Og hvenær komst þú svo í heiminn? Ég kom 3. febrúar, ég átti að koma í apríl. Og hvað varstu stór? Ég var 12 merkur. Það var nú óvenju stórt með við tíma en mamma náttúrulega vissi að hún myndi aldrei hafa þetta af allan tíman, þannig að hún borðaði allt sem hann náði í, bara til þess að reyna að láta barnið stækka. Hvar ert þú í röð systkinanna? En ég fór sem sagt ofan í 10 merkur eftir á, en ég næst síður, Hvað þið mörg? Það eru 3 eldri að hefði verið 4 með bróðum mínum, undan mér. Já, og þú fæðist á Akureyri en þið búið í Fljótunum, eða hvað? Nei, við búum á Kvíabekki á Ólafsfirði. Já. Hvar koma Fljótin þá inn í söguna þína? Mamma ættuð úr Fljótum. Já. Saurbæ í Fljótum. Hvaðan kemur þrjóskan þá hjá ykkur? Já, ég hef alltaf sagt að ég sé úr 2 þrjóskustu fjölskyldum sitt hvorum eigi við lágheiðina. Segðu mér hverjar þær eru. Það náttúrulega Saurbæjaættin, það eru síðustu 2 steinaldamennindi, segi ég. Það mamma og bróður hennar. Og svo Kvíabekkiættin. Já, í Ólafsfirði. Já. Pabbi frá Kvíabekk og mikil hestamaður. Já. Hvernig var barnæska þín? Hvernig byrjaðirðu fljótt að vinna þetta? Já, við fluttum. Maður náttúrulega alltaf látið henni að hjálpa til heima við og veitti náttúrulega ekki af og ég fór 12 ára aftur í Fljótin með mömmu þegar þau skilja og yngri bróðir minn. Og það náttúrulega nóg að hjálpa til þar og svo þegar ég er 12 ára þá fer ég að vinna á sumrin með skóla á Ketilós. 12 ára? Nei, fyrir 14 ára. Ég flytt 12 ára í Fljótin en 14 ára þá fer ég að vinna á Ketilós. Og ég vann þar í 2 sumur held ég og þá var það sem sagt frá 10 til 6, svona 8 tíma vaktir og ég labbaði í vinnuna og úr vinnunni og ég jafnvel veslaði og labbaði með vörurnar heim líka því að mamma var ekki með bílpróf. Hvernig var það? Hvernig þótti þér það? Því að þú ert nú ekki fædd þú ert ekki fædd 1940. Nei, en þetta nú eins og ég segi, þetta voru 2 svona síðustu steinaldamennirnir þarna í Fljótum þegar þau systkin bjuggu þar saman því að Þór frændir átti dráttarvélar og svoleiðis og hann sló helgar, svo var hann í vegagerðinni á virkum dögum og þannig hann sló helgar en svo snéru við öllum með hrífu og rökkum með hrífu og sett í bólstra ég veit ég ekki gömul en já, ég gerði það alveg mörg sumur. Eigum að halda þig til haga að þú ert 48 ára? Hvað ertu að segja? Þannig að þú
Ef þú horfir á jákvæðu hliðarnar á þessu, þá lítur það að vera að þú fékkst að upplifa eitthvað af þessum gamla tíma. Já, það var ekki heitt vatn hjá okkur. Var rafmagn? Ekki með ég var, já. Já, það var virkjunin, það var rétt. Og það var, sko, húsi hitað með rafmagni en það var líka kolavél og það var kynnt í henni, alveg reynd, allt rustbrent í henni og timbur og svona til hitunar sko líka. Hvaða bústofn höfðu þið? Það voru einhverjum nokkru kindur. Já. Og einhver örfár hross sem við höfðum með okkur sko. Já. Varstu þarna strax orðin svona sveitastelpa? Ég held ég hef alltaf verið það. Já. Þú ferði í skóla í Varmahlíð, er það ekki rétt? Jú, sko, ég var... Hvernig var þessi skólamál? Ég var í Fljóthónum sem sagt í 2 ár og fór þá 2 ár í Varmahlíðarskóla. Já. Með það heimavistarskóli. Það er bara ansi langt frá. Já, mér fannst þetta alveg skelfilegt. Já. Þetta er heimavist og hvað ertu gömul þú? Já, sko, ég hef alltaf verið þannig, ég hef alltaf verið með heimþrá, þannig að mér leiddist alveg óskaplega mikið þar. Já. Ég var náttúrulega með alveg dásalegum stelpum í herbyggi og fína, sko, bekkjarfélag og allt svoleiðis, það var mjög gaman, en samt ég átti aldrei heima hana. Nei. Og maður gæti ekki beðið eftir föstudögum að komast heim. Og komst alltaf heim á föstudögum? Já, ég held að við hefum nú eiginlega aldrei þurft að gista yfir helgi þannig. Nei, Fljótin þekkt fyrir að vera snjóa, þung. Já. En eru þá svona minningar úr Fljótunum bara góðar? Já. En mér leiddi samt alltaf, sko, ég vildi alltaf fara heim í jólasveið, sko. Já. Og leiði ég var nú 16 ára þá fór ég í jólasveið og fór að vinna í fiski. Já. Hvernig var það? 16 ára í fiski? Já, saltfiski, mókasalt, það var fínt með strákunum. Það ekki? Mjög fyrst að gaman, sko. Já. Þannig að, sko, þú ert að segja mér, þú hefur alltaf verið mjög dugleg. Já, og maður fer nú langt á þrjóskunni. Já. Ég er náttúrulega ægilega þrjósk. Af hverju heldur þú sért það, þó þú sért það þessum ættum? Já, maður bara ólst upp í það. Já. Er þrjóska ekki líka stundum annað orði við dugnað? Ég veit það ekki. Þrautseigja, að gefast ekki upp. Já, kannski. Já. Þarf hún alltaf að vera neikvæð? Nei, þetta er oft komið sér vel, en þetta er bara hlutið af manni. Já. Hvað gerður þú svo? 16 ára í jólasveið, hvað varstu lengi? Sko, ég var þar náttúrulega, ég var í saltfiskinum í nokkur ár, fór heim í Saurbæði í Sauðburðinni, hjálpa mömmu og eitthvað svo leið, sko. Já. En annars var ég á Ólafsfirði og ég var í saltfiskinum, sko, í nokkur ár. Og ég veit að eitt skipti, sko, þá vorum við nú í pásu og vorum með bekkjarsystkinin út á plani, komast í sólina í pásunni og það var einn að vinna með mér sem bekkjarfélagi minn sem segir svo, maður ætti ekki verið hér, maður ætti að vera í Lundunni, þið fóðu að vera úti. Já, sagði ég, það væri flott, við þurfum að gera það bara. Og hann horfði á svona, þeir taka ekkert stelpur í Lundun. Og þá hét ég því, ég ætlaði í Lundun. Og ég fór í Lundun. Já. Ég held ég gleymi aldrei fyrsta deginum sem ég fór í Lundun, sko. Hvernig var það? Þó ég hafi verið búin að moka, sko, salt í saltfiskinum, sko, þá var það ekki á við Lundun, sko. Og þarna var náttúrulega, sko, systur mínar eldri höfðu eitthvað verið í Lundun líka, sko, áður. En þarna voru náttúrulega bara strákar þegar ég var að vinna og þegar þessi fyrsta mín Lundun er, sko, þá er helmingur grálúða, helmingur karfi og það var nú einn þeirra svona hraustur strákur og duglegur og hann var nú alltaf að vera góð við hérna strákan og segja ég tek bara stelpunum með mér og því það voru 2 í gengi, sko. Við vorum í karfanum og hinir í grálúðinni, sko. Já. Og svo vorum við náttúrulega, sko, þetta er náttúrulega akkord. Já. Og þetta er náttúrulega látið ganga. Og maður byrjaði á því í morgunin, bara lifa þetta af fram á kaffitíma. Svo kom maður heim bara í kaffitímanum og drakk bara kók og maður bara skalf og sko, hafi þetta af fram á hádegi, sko. Og svona leiði dagurinn, svo reyna að meika það fram á kaffitímanum og svo að klára, sko. Já, þannig að þú þurftir í raun og veru í huganum bara að brjóta daginn niður til þess að komast í gegnum þetta. Og ég var, sko, þannig daginn eftir, sko, ég var först bara svona og ég var marinn héðan og sko, eftir svona 3 daga þá fór ég að setja, sko, hendina undir svona borðbrúna eitthvað fast og reyna að strekkja á henni til að rétta úr höndunum, sko, því ég var bara föst. Þetta er líkamlega rosalega erfið vinna. Já, en ríkalega skemmtileg. Og segðu mig hvernig þetta er skemmtilegt. Þetta, já, allavega þegar við vorum þarna, þetta var rosalega góður mórall. Já. Og þetta var gaman, þetta var keppni, veist.
Og var það einhvern tíma þannig að þeir þurftu ekki að skamma sín fyrir að hafa stelpu í liðinu? Já, ég heldur að hafa nú ekki þurft að gera það oft í Lönduninni, sko. Ég gekk nú ótrúlega fljótt að þjálfast upp í það, sko. En hver tæknin í því? Bara svo ég skilji það. Hver tæknin í Lundun? Það að vera nóg snöggur og að geta til dæmis þú kemur að brettinu skuttla kössunum bara beint á og snúa við og hlaupa á næsta, sko. Af því þetta bretti út allt og þú þurft að muna hvar öll númerin voru. Það sem mest þau eru þarna næst, sko. Og þá getur maður yfirleitt bara skuttla þeim beint, sko. Þannig að þetta var rosalega gaman og Hvað varstu lengi þarna? Ég var örugglega í 8 ár þarna, sko. Gylfi heitinn Jóhanns, hann var verkstjóri þarna, alveg dásamlegur kall, sko, en hann var nú ekkert alltaf svona sammála mér, ég var stundum erfið við hann. Já. Hvernig þá? Ég var svolítið mikið kappsfull, þannig að sko, ég var alveg brjáluð að lyftararnir höfðu ekki undan, þannig að skap í þér? Ekki keppnisskap, heldur sko vinnulega séð að þetta var alltaf mottóið það að þeir sem voru niðri til dæmis eins og í Mánaverkinu að þeir reyndu að komast upp til og svo komu þeir upp í kaffi. Hvað ekki búnir ef ég átti með einhver brett á bekknum. Þannig ég var alltaf brjáluð ef það var bretti sko, og það stóð högt til tómt hjá okkur, það stóð á lyftarmenn og færa okkur þau, sko. Þannig að það kom auka lyftari þarna fljótlega eftir að ég kom. Sem að ég frekjaðist í gegn að fá. Já. En það kom örugglega öllum til góða að lokum. Já, hann alveg. En eftir 8 ár, hvert fórstu þá? Þá prufaði ég að fara á sjó. Já. Ég reyndar sko prófa að fara 1 sumar þegar ég var 18 ára. Þá fór ég 1 sumar í aflýsingar á Múlaberginu, Ísfjörðstogara. Hvernig gekk það? Alveg skelfilega. Nú, ég var svo drullu sjóveik maður. Og ég leiði fyrsta túrin af það og ég aldrei aftur á sjó. En þú fórst aftur? Já, ég fór aftur og var þarna 1 sumar, þá var systir mín þarna líka, sko. Ja. En mér fannst þetta ekki, ég var ekki að fara að verða sjómaður, sko. Nei. Hvað var það sem kom í veg fyrir það? Bara að vera svona lengi í burtu og ég fann alltaf fyrir sjóveiki. Alltaf fyrsta sólarhringi sjóveik, sko. En þannig að ég að fíla þetta betur í landi að vera í Lönduninni. Mér fannst það mjög gaman, sko. Já. Og fórstu aftur í Lundun? Já. Bara. Já. Og eftir þetta, ég var bara 1 sumar þarna, bara þegar ég var 18 ára, sko. Já. Og svo fer ég aftur bara í Lundunina og þar og svo kemst ég að því að Björn Kjartans, sem var skipstjóri á Mánaberginu, sem var innan gæslepa svona þá besti togarinn, sko. Björn Kjartans er svona skaphundur en rosalega fínn kall, sko. Ég kunni alveg ægilega vel við hann og ég frétti það að það var kona sem reyndi að komast um borð og hann sagði það, hann tæki ekki kvenmann um borð. Þá var það eini togari sem ég ætlaði að komast um borð. Og ég sátt og ég átti nú svo sem ekkert von á því að ég kæmist, en ég komst og fekk koma í aflýsingar fyrst, sko. Og ætlaði sjálfsagt, og mér fannst það allt annað, sko, Ísfjörðstogarinn, þó maður er úti í heila mánuð, sko. Og vera eini hvermaður með þarna einhverju 27 köllum, sko. En það var, mér fannst það svona meira gaman en ég var ekkert viss sem ég ætlaði að vera þar. En svo þegar hann bauð mér fast pláss, eftir að við búin að segja það að hann taki aldrei kvenmann um borð, þá var eiginlega ekki hægt annað en að segja bara já takk. Þannig að... Hvernig gekk það? Hvernig er að vera ein með 27 köllum? Það var fínt. Já. Það var einmitt ein kona sem spurði skipstjórann eftir hvort hann geti ekki fengið pláss, fyrst að Begga hefði fengið pláss og hann geti ekki sagt lengur að hann taki ekki kvenmann um borð. Þá hnussaði ég hann og sagði, hún er ekkert kvenmaður, hún er ein af strákunum. Já, takk. Þannig að það var eiginlega svolítið mikið svoleiðis, sko. Já, þú þurfti bara að fara í það hlutverk. Ég hef náttúrulega unni bara með strákum í Lönduninni. Já, þannig að þetta var þið bara eða. Og þegar ég var í saltfiskinu þá var ég meira að vinna með strákanum af því að ég var alltaf að... Ég vildi frekar vera að moka salti með strákanum heldur en að tína orma með konunum. Mér fannst það mjög skemmtilegra, sko. Já. En hvað var til þess að hættir á sjónum? Mér fannst þetta vera orðið ágætt. Hvað varstu lengi? Ég held ég að vera 10 ár svona með aflýsingartímanum, sko. Já. Hvað segir? Það var þetta gott. Varstu ekki orðin moldrík á þessu? Er það ekki mýtan að maður verið svo ríkur á sjó? Jú, maður náttúrulega hafði ágætt upp úr sko, sjómennskunni. Já. Ég keypti náttúrulega hús á Ólafsfirði
svona alveg óvart. Nú? En maður getur keypt hús alveg óvart. Já, segðu mér hvernig þú keyptir hús óvart. Sko, ég var nýbúin að kaupa mér bíl, nýjunan úr kassanum, sko. Já. Og var ekkert á leiðinni að fara að kaupa mér eitthvað hús. En Gylfi, verkstjórinn minn sem var nú giftur föður systur minni, hann sagði öllum það að hann var að flytja til Akureyrar og hann ætlaði að selja mér húsið sitt, sko. Já. Og ég alveg, já, er það? Já, sagði hann, gerði mér bara tilboð. Já. Og ég bara hló að hann, já, komdu með tilboð. Og ég sagði einhverja fáránlega tölu og já, þú færð það. Og það var sko miklu leira heldur en það sem ég var búin að heyra hann myndi setja á húsið, sko. Já. En hann var búinn að ákveða þetta, hann ætlaði að selja mér húsið og hann stóð alveg við það. Þannig að óvart var ég bara alltaf að kaupa hús. Og hvaða hús er þetta? Heyrðu, þetta var Vesturgata 6, Ólafsfirði, parhús. Já, áttu það ennþá? Nei, ég seldi það rúmu ári eftir ég flutti hingað. Já. En förum þá í söguna frá Ólafsfirði og hvert fórstu svo? Ég var á Ólafsfirði þegar ég hætti á sjónum, þá var ég að vinna bara í landi. Þá var ég að vinna með, sko, hjá Heilun sem ég átti og var að vinna með reikimeðferðir og nudd og svona. Ég er svo spennt að heyra þessa hlið á Bergmundi. Sko, töffarinn út á sjó og í salti og innan sko, kallorkuna og svo ferði í Heilun. Hvernig, segðu mér aðeins bara hvar er svo hlið á þér? Sko, systir mín fór í svona meðferð út af hún og svo óni kné og hún sagði þetta var örugglega rosalega gott fyrir því að fara í svona meðferð. Ég fór hjá Jóhannu Óskars sem bjó þá á Akureyri, algjör snillingur. Og ég fór í svona tíma hjá henni, sko, og ég lá upp á bekknum og ég hlóaði henni allan tíma. Mér fannst þetta svo vitlaust. Hún stönd svo svona eitthvað yfir mér og svo teiknaði hann alltaf svona einhvern veginn með nefinu, sko. Og ég hló og hló og hló. Og hún sagði, þetta er allt í lagi. Svo þegar tímið var búinn, þá sagði hann við mig, heyrðu, veistu það, þú ert svo ofhlaðin orku, það er eiginlega að byrja á svona að núllstilla þig einhvern veginn. Nú, sagði ég og hlæ bara að henni, sko, veist. Já, farðu fyrir mig þarna upp í hesthús, systir sagði mér frá einhverjum hesti sem er veikur þarna og haltu fótinn á honum, hugsaðu svona vosalega lít til hans og ímyndar og sért að hjálpa honum. Bara svona 5 mínútur, ekki mikið meira. Hámark, já, 5-10 mínútur, algjört hámark frá hann. Og ég gerði það áheld svo fætinn á hestinum og hlóa allan tíma, mér finnst það arfa vitlaus, sko. Að fara svona í huganum eitthvað? Nei, ég vætti að gera eitthvað, ég kunni ekki neitt. Já. Og veist, þannig ég held hann fótinn á hestinum og svo fer ég út í bíl og ég er að keyra og ég keyri systur minni niður á Akureyri og hún er að fara að kjósa. Og þegar hún er búin að kjósa, kemur út, þá er ég búin að færa mig yfir í hitt sæti. Getur þú keyrt? Og ég lá eins og splitti bara, svo kom ég heim og ég satt bara svona og systir mín hafði mjög gaman að hvenær sáu þið að hann geta setið svona kurra lengi, veist. Ég var alltaf, eins og ég segi, ég var alltaf ofvirk, já. Ég gæti aldrei stoppað. Nei, og hvað, segðu mér skýringuna? Þá bara náði hann að ráða mig, gíra mig niður. Já. Bara losa mig við þessa umfram orku, greinlega í hestinn. Já. Og mér fannst þetta bara svo heillandi að ég hætti að hlæja Jóhannu vinkonu minni og fór að læra reiki. Kenndi hún þér? Nei. Hvar lærðu? Ég lærði hjá Guðrún Óla, sem þá var fyrsti reikimeistari held ég á Íslandi, viðurkenndur. Og ég tók hjá henni sem sagt fyrsta, annað og þriðja stig og endaði svo að taka reikimeistarann líka. Þá 19 ára gömul og ég held að það verið 25 ára aldurstakmark. Varstu bara 19 ára? Jú. Við alltaf leið á. Já, ég heyri það. En hvernig hefurðu nýtt þér reiki fyrir þig og fyrir aðra? Ég nýtti það náttúrulega rosalega mikið þegar ég var á Ólafsfirði. Hvernig? Bæði fyrir sjálfa mig og það var náttúrulega fullt af fólki sem var að koma til mín. Og mér fannst þetta svo gaman. Og ég var náttúrulega í, sko, fínri vinnu út á sjó, þannig að þurfti ekki þannilega á einhverjum peningum að halda, mér vantaði bara reynslu. Þannig að, og ég hafði lofað Jóhönnu að ég tæki fyrir þetta. Og svona til þess að fara milli veginn, þá tók ég held ég, já, fyrsta ári var ég að taka held ég 500 krónur fyrir tíman. Já. Sem þýddi það að það kom náttúrulega alveg fullt af fólki að þetta var svo ódýrt. Og smá saman hækkaði mig, sko, einu ári seinna, þá fór ég kannski upp í 1000 krónur og svo kannski 1500 krónur þar næsta ár og svona smá saman þokaði mig upp á við. Og ég veit að það kom fólk til þess, kunningi minn sem kom til mín að hann kom gerandi frá Skagaströnd til þess að koma í reikitíma á Ólafsfirði.
Það nokkur leið fyrir það sem ekki þekkja. Já, og hann búinn að koma nokkra ferðir inn á Vopnafjörð líka. Já. Í sömu einindi gjörðum. Já. Hvað, fyrir þá sem ekki vita, hvað gerir reiki? Hver hugmyndafræðin eða? Reiki heilun. Já. Og raun og veru svona orkumiðlun, ef maður að segja það. Já. Þetta svona svipað að þú getur að fara út í búð og keyptir útvarpstæki. Og það þarf bara að stilla það til þess að þú getur hlustað á það. Já. Og það raun og veru þessi reikinámskeið sem að vinna í því að stilla. Hvað heldur að reikið hafi gert fyrir þig? Helling. Já. Hvað mest? Ég náttúrulega, sko, ég lærði reiki bara fyrir mig. Já. Og mér er reiki meistarann. Ég ætlaði ekki að kenna það þá. Og ég hef gert það seinna, en ég lærði þetta bara fyrir mig. Ég seldi bílinn minn. 19 ára, ég hef ekki margir gert það og til þess að borga reikinámskeið. Já. Til þess að geta klárað meistarann. Og hefurðu notað þetta alla tíð síðan? Ég notaði alltaf eitthvað, sko, en þegar ég lendi svo aftur í þessum svona, þegar ég klesta á vegg, eins og maður segir, að þá ég bara svo punktur og ég finn ekki einu sinni, mér finnst bara að vera hnútar á snúrunni, sko. Já. Mér gengur svo illa að hafa mig að stað og fara að vinna með það. Já. Áður nú kom að því, segðu mér aðeins, sko leiðin hingað á Refstað í Vopnafirði, hvernig, af hverju fókstu hingað, hvernig kom það til? Já, maðurinn minn bjó hérna og er rótgróinn hér og hvar kynntist þú honum? Ég gat ekki náð honum í jólasögur, þannig að ég varð að koma hingað. Já, segðu mér aðeins hver. Það var allt í lagi fyrir mig að koma hingað, því ég er úr sveit og elskar dýr og ég var hvað sem er á jólasögur, þá var ég bæði með hesta og hobbykindur og... Já, þú varst það. Já. Við höfum farið hratt yfir sögu vegna þess að ég var einhvern veginn alltaf með því bara út á sjó, en hvað segirðu, varstu líka með búskap? Nei, bara sem hobby. Já. Ég var í hesthúsakverjun, átti hesthús þar og var með hross þar. Og ég var svo heppin að það voru þarna unglingar sem voru að ríða út með mér sem að gáfu fyrir hrossunum fyrir mig þegar ég var út á sjó og fengi bara að nota þau í staðinn. Já. En svona aftur að þessum tengslum, hvar kynntustu manninn þín? Við kynntumst á netinu. Já. Hvað er langt síðan? Það er mjög langt síðan, 2008. Já. Og smulluð saman? Já, það tók alveg tíma. Við keftuðum bara mjög lengi og áður en við hittumst og áður en að fórum nokkuð tíma, ég kom hingað fyrsta skipti sko í maí 2008 sko. Já. Við ekki kynnum sko í janúar. Já. Hvernig leist þér á þig hérna? Mér fannst það mjög fínt hérna sko. Já. Og ég kom hérna náttúrulega bara í maí til þess að geta aðstæðið í Sauðburði. Já, sjálfsög. Mér fannst það bara rosalega gaman. Já, já. Hitti Gunnar, hérna föðurbróður hans sem nú er dáinn og hann vildi endilega bjóða mér í stórafmæli sitt þarna stuttu seinna, þannig að ég kom nú aftur þá. Hver er maðurinn þinn? Skúli Þórðarsson. Og ef við förum aðeins í það, hvað eigið þið af börnum? Við erum 2 börn. Hver eru þau? Jódís Lilja er 10 ára og Stefán Þór er 8 ára. Já. Þannig að en svo er það sko bóndinn í þér. Það er í raun og veru kannski það sem að tekur við þegar þú kemur hérna á Refstað. Eða hvað? Já, ég fór samt að vinna sko í Sundabúð. Já, segðu okkur aðeins hvað Sundabúð er. Já, það er dvalarheimili eða sko hjúkrunarheimili hérna. En þú er aldrei eiginlega sett að fyrir þig hvað þú vinnur. Þú vinnur og gerir vel það sem þú gerir. Já, ég vann þetta en alveg sko, næturvaktin henta mig vel, en ég hat hann alltaf þvottinn. Já, er það ekki? Jú, þetta var svo útleiðilegt. En það var gaman að fá að vera inn á deild svona inn á milli sko, maður þurfti kannski aðstoða manneskjuna með að snúa fólki og eitthvað svoleiðis og svara bjöllum ef hún var eitthvað upptekin eða eitthvað svoleiðis og það var fínt en ég get ekki sagt að ég hafi gaman að strauja lök og eitthvað svoleiðis sko. Nei, það er ekki þinn tebolli. Nei. En hvernig hefur svo bara starfi hérna á Refstöðum þróast fyrir þig? Hvað fórst að gera? Sko, fyrstu árin sem ég var hérna, þá var ég að vinna í Sundabúð þarna og kaffihúsinu og ég vann náttúrulega hérna í Sauðburðinum, sko. Já. Og tók næturvaktina þar, því það eru náttúrulega óvinnsölustu vaktirnar, en ég var B-manneskja. Og fannst búið gott að vaka fram eftir og svona, þannig að ég
gerði það og var á næturnar í Fjárhúsunum og svo tók maður oft næturvaktir á milli í Sundabúð. Þannig ég man allavega eitt vor eftir því að ég náði samfleytt í maí sko 27 næturvaktum í röð þar sem ég var ímynd í Fjárhúsunum eða í Sundabúð. Hvenær svafstu? Kannski oflítið. Akkúrat. Maður lagði sig mikið, maður var alltaf vaknaði bara með eftir hádegi sko. Já. Er erfitt að stoppa því í vinnu? Hefur það alltaf verið? Það hefur alltaf verið, en það hefur aldrei verið neitt vandamál vegna þess að finnst mér að því að þetta var einhver svona rútína sem kom sér upp kannski þegar maður var í lönduninni að sko taka tarnir. Já. En svo gæti ég alveg sofið 10 tíma streitt sko þess á milli. Já. Og eins og þegar ég fór til dæmis út á sjó að vaktirnar voru 6 tímar og svo var 6 tíma hlé og svo áttu 6 tíma aftur. Nema að væri frívættir þá var 2 tímar í viðbót. Já. Að sko bara leið á mín vaktir bara búin, þá fór ég upp að sofa. Já. Þannig ég náði yfirleitt alltaf bara sko lágmark 10 tímum í svefn sko alveg fyrstu 1-2 vikurnar bara gíra mig niður. Því þá var ég inn að gæsla bara hvíla mig eftir fríið því þá var engin stoppari. Þarna gat maður hvað sem ekki gert neitt og maður sá ekki tilgang í að vaka frívættin þegar maður gæti svo verið að sofa hana. Maður hafði ekki þarf að gera, maður ekki missa neinu í sjónvarpinu og strákunum fannst þetta oft mjög skrítið sko að þegar vaktin var búin þá fór ég upp og ég var í miðri fínustu bíómynd. Skipti mig engum máli. Já. Þegar ég hætti í Sundabúð, ég fékk eiginlega bara nóg. En þannig að þú hættir þarna og ferð í lögregluna á svæðinu? Já, svona seinna. Ég hitti hérna fyrrverandi lögreglukonuna hérna út í búð og hún eitthvað segir svona við mig já, heyrðu það vantar í lögreglu, ert þú ekki vín í því? Þú ert hætti í Sundabúð eitthvað og ég segi svona, nei, ég hef ekkert lærið neitt þó ég hef tekið einhverja nokkra vakti fyrir norðan, þá var ég ekkert neinu svoleiðis og hún alveg bara, tókstu einhverja vakti fyrir norðan? Ég segi, já, bara helgar eitthvað sjaldan sko. Og þar með fór bara boltinn að rúlla og hérna, það fékkst undan þá að ég væri ráðin í lögregluna af því að það var bara einn lögreglumaður hér. Já. Lærði á þeim tíma og hann alltaf getur ekki unnið allar sólarhringinn allt árið kring. Nú er það ekki? Er það gengur ekki? Já, þá var ég fengið svona aðeins þess að brúa bílið að hann fengi aðeins frí en þá var ég að vinna sem sagt 2 daga í viku, 10 tíma og svo var ég á bakvakt hina dagana á móti honum. Já. Þetta er mjög stórt svæði landfræðilega, er það ekki? Jú, sko þetta væri ekkert máli, þetta væri bara Vopnafjörður en náttúrulega upp á gatnamót, upp á bara þjóðveg. Já. Það er náttúrulega svolítið mikið að senda óvana manneskju eina í bíl sem aldrei hefur farið í kennslu í forgangsakstri eða neins svoleiðis. Nei. En mér fannst þetta rosalega gaman. Já, og þessu sinntirðu hvað lengi? Sko, ég byrjaði þarna í 1. september 2017. Já. Og ég er í þessu þangað til ég bara missi heilsuna og gefst upp endanlega í miðjan febrúar 2019. Já. Ef við förum aðeins í það, duglega konan sem mista heilsuna og klösti vegginn, þú verður eiginlega að segja mér hvernig upplifun það var. Gerðist það allt í einu eða hafði þetta þennan aðdraganda? Sko, ég held að þetta hafi verið, þeir segja ofta síðan og eitthvað svona áfall, eitthvað sem kemur sem er svona kveikjan að koma vefjagigtin af stað. Já. Og ég held að það hafi verið þegar ég átti dóttur mína. Þá, sko, ég átti að eiga hana 14. maí og það skeiður náttúrulega ekki nokkuð skapaða hlutur og það er alltaf verið að reyna 29. maí bara að reyna að setja mig af stað og það gengur ekki neitt og þá loksins komaði mér nú á stað og ég missi vatnið og fæ náttúrulega hríðar og það, vatnið haggast náttúrulega ekki neitt og þá er tengt drypp sem ég vildi aldrei fá. Ég var mjög ósátt við það að ég var aldrei spurð. Vegna þess að á þessum tímapunkti vissi ég að ég var að fara í keisara. Já. Barnið var ekkert að fara að koma. Þannig ég var rosalega ósátt við það að það sé bara komið og tengt upp drypp og það út af fæðingarlækni sem aldrei kom að hitta mig. Þannig að ég er náttúrulega ein á Akureyri þangað til að það mátti þakka fyrir að Skúli kæmist þannig 2009 þegar hann átti að setja mig af stað. Þá er ég búin að bíða á Akureyri í hálfan mánuð eða eitthvað. Og hann náttúrulega er búin að vera hérna í sko
sauðburði? Já, allar sólarhringin og þetta var svo skelfilegt voru og svo mikið snjór og það var bara að gefa öllu inni í öllum kitrum og bera í þetta vassfötar út allt. Þannig að hann var nú kannski ekki mikið stuðningur af honum því að hann svaf megnið af tímanum sko. Já. Bara uppgefin sko. Þannig að ég var, og svo var náttúrulega önnur kona í næsta herbyggi sem að öskraði úr sér lungun og það voru það bara þar. Trúlega gengið betri fæðingin, en barnið fór aldrei niður í grind hjá mér. Nei. En það var alveg nákvæmlega sömu, sko, eins og segi, hvalirnar eins og ég segi, það var bara eins og verið að rífa hrygginn á mér í sundur. Og það ekki fyrir þannig nóttina, það búið að tengja drippi í botn og ekkert gengur. Að þá koma einhvern tíðan inn þessar elskur og sjá það að það farið aðeins að koma eitthvað flögt eða eitthvað á hjartsláttinn hjá barninu. Og þá ræst út bara miðjanótt gengi til þess að henda mér í keisara. Já. Og ég fer í keisara þarna. En það einhvern veginn ekki deyft mig nógu vel. Það notuð deyfingin úr, ég náttúrulega ekki mænudeið, heldur mænurótadeið og það sett í notað það. Og sko ég finn alveg fyrir því sko, þegar ég ætla að fara að ýta barninu út sko, hann heldur í hendina á mig þarna svæfingarleiknum, ég fer að kreista hann alveg og hann lítur á mig, finnur þú fyrir, já! Og þá var mér gefið eitthvað meira en það var náttúrulega allt og seint til þess að fara að virka nema bara rétt í lokin og bara á eftir, þannig ég var mjög lengi bara að fá eitthvað mátt í líkamann að því að mér gefið eins og aukaskot náttúrulega á eftir sem var náttúrulega bara allt og seint sko. En hún fæðist, hún tekið með keisara og í lagi með hana? Já. En þetta kannski, eins og þú segir, eitthvað sem að leysir af stað það sem seinna kom. Já, þetta í raun og veru náttúrulega púra sko, áfall. Já. Sem að hérna, ég fekk náttúrulega, þó að aldrei uppgöðast sjálfsagt, var ég alveg pottitt með áfallastreituröskun eftir þetta. Já. En þess að Jódís sefur ekki neitt á næturnar. Þarna og Skúli náttúrulega að vinna á búinu og heia og allt þetta og þannig ég alltaf með hana. Já. Þannig sko hún sofnar á kvöldin en svo vaknar hún svona 11-12 og grenjar frá 2 og upp í 6 klukkutíma samfleytt á næturnar. Og þetta auðvitað kemur að stað bara einhverju ferli sem að þú ert í raun og veru enn svolítið í. Já, þarna ábyggilega svona trikki sem að hendi mann fram með vefjagigtina sko. Já. Að koma henni alveg á fullt. Já. Og eftir þetta var ég alltaf rosalega slæm í baki. Já. Innan gæsalappi ég hef alltaf unnið svona mikið og kannski hefði maður höndlað þetta allt saman sko, eins og maður ætlaði að gera. Ef að ég hef ekki lent í því að sko, ég átti fyrst í lögreglunni til þess að vera þjálfuð að vera með hinum manninu sem að vinna hérna. En hann fer í veikindaleyfi í 6 vikur þegar ég búin að vera á 6 vaktir með honum. Það var held ég svona too much fyrir mig og mína vefjagigt sem var ekki uppgöt fyrir þá. Og það rosalegt álag standi því. Þá kemur þetta auka sko andlega álag, ég ekki æfði í forgangsakstri, ég kunni valla þá, ég þetta fór að kenna mér, býtu, hvar voru aftur hérna, já, lögregluljós sem voru hérna, býtu, talstöðin, hvernig virkaði hún og að því að þá hafði ég engan stuðning sko, þá varst maður að vera svolítið palli einn í heiminum með svolítið mikla ábyrgð. Já. Og ég vildi fá að til dæmis fara í Egilsstaði og fá að vera með þeim strákunum þar. Já. Að þetta sama svæði og taka annan daginn þar, kannski 12 tíma vakt og 8 tíma vakt hér á Vopnafirði daginn eftir sko. Nei, yfirmaðurinn minn þar var ekki á því, það var svo dýrt að keyra lögreglubíl á milli. Hvenær áttar þið á þessu? Hvenær kemur eiginlega það að þú, eins og núna alltaf talað að þú hafi bara klest á vegg? Sko, ég held ég hafi nú klest á vegg þarna í sláturtíðinni. Ég hafi bara viðurkennað sko. Já. Og ég held áfram eins og sé á þrjóskunni. Maður er bara þreyttur núna, nú bara klárar maður sláturtíðina og svo þetta allt í lagi. Já. Það var alltaf þreyttur í sláturtíðinni. En svo eftir sláturtíðina það var bara alltaf jafn þreytt. Og þegar það komur á jólunum og á aðfangadag, ég er svo þreytt. Og maður er staulast og elda matinn og setja hann á borðið og sest niður og hugsa, hvað ég þreytt, ég hef ekki lyst á matn. Nei. Jólamatnum aðfangadag. Þá var bara eitthvað, nú verður þú bara að gera svo vel að fara til læknis. Já. En ef við förum hratt yfir sögu, þú fer til læknis og ég veit að þú fékkst alls kyns skrítin skilaboðum að það væri lítið eða ekkert að þér. En staðreyndin var samt þessi, að þessi stóra, sterka kona var buguð
Og hvernig var að horfast í augu við það og hvað gerður? Sko, ég fer til læknis þarna í janúar 2018. Já. Af því að, já, eins og ég sagði læknum, ég bara væri alltaf svo þreytt. Já. Og hann fyrir að spyrja mig sko, hvernig ég svæfi. Nei, ég svef nú ágætlega, sagði ég. Og hann datt honum eitthvað svona þessi vef ég gikt í hug, sko. Og ég geti verið það, mann mjög skrítið að ég svæfi vel. En það nú einn svona fylgifiskur ef vegagetin, það að muna ekki fyrir húsvörn. Já, já. Og ég hafði bara ekkert pælt í því að auðvitað var ég ekkert að sofa. Nei, þið mismyndi bara. Fannst þú vera að sofa eða hvað? Já, sko maður var alltaf að vakna og maður hugsaði, það ekkert óeðlilegt og þó maður ná ekki alltaf að sofna, sko, maður er búin að vera á rútínum í næturvöktum og hitt og þessu og veist, maður hélt bara að þetta væri ekkert vandamál, veist, þetta væri ekkert svona slæmt, sko. Nei. En svo þegar maður fór kannski að kortleggja það og að, veist, þá uppgötvaði maður, nei, Berglind, þú ert ekki að sofa nema örsmáða tíma á nóttunni. Nei, akkurat. Og þegar svefnin orðin svona, þá náttúrulega stutt í að kulnunin verði algjör. Já, þetta var svona eins og maður rennir sér niður brekku, sko. Já, já. Hvar ertu í dag, Berglind? Hvernig líður þér? Sko, ég hætt að renna niður brekkuna. Já. Ég náttúrulega held að ég sé líka miklu lengur að ná mér í raun og veru úr kulnuninni af því ég píndi mér svo lengi. Og af því að, eins og ég segi, ég margfór til læknis og ég sjálf í janúar 2018, sko, veist, þá bara ég svo þreytt og ég búin að vera þreytt síðan í sláturtíðinni, síðan í september. Og ég búin að vera að hugsa síðan í september, veist, fram að áramótum, þá þessi hugsun, veist, mörgur sinnum á dag, hvað ég þreytt. Og maður var alltaf að beita sig hörðu að hafa sig að stað til þess að gera eitthvað. Já. En í dag, hvernig er dagurinn þinn? Sko, ég fór á Kristnes 2019 og það hjálpaði mér rosalega mikið. Þegar ég fer á Kristnes ég hætti til þess að fara hestbak. Það hafði ekki farið hestbak í marga mánuði, sko. Já. Eins og mér finnst það bara dásamlegt, sko. Já. Þannig að ég fer í 6 vikur og ég er náttúrulega með alveg dásamlegum stelpum þarna á Kristnesi. Það var mjög skemmtileg hópur og höldum vel þá hópinn, sko. Og svona vinkonur á Facebook og spjalla saman þar og svona hitt og þetta, taka púlsinn á okkur, sko. Og þarna kom maður sjálfur sér af stað í sko einhverja rútínu, gera einhverja æfingar og hitti, sko, eins og maður segir, iðjuþjálfa. Þarna var ég látin hitta sálfræðing, ég var líka látin hitta reynda sálfræðing á vegum hérna Virk, ég var líka hjá Virk, sko. Og mér fannst það, hún horfði nú svona á mig, hefur þú eitthvað á móti að hitta sálfræðing, viltu nýta þér það eitthvað? Og ég nei, ég vil nýta allt. Já. Ég fór að hitta sálfræðinginn og hún horfði nú á mig og var búin að spjalla saman þarna eitt kvöld af því að ég bý náttúrulega hér og það ekkert hér. Þannig að þegar ég var á Kristnesi þá bókaði hún mig bara einu sinni í viku þarna þessa viku bara hjá sálfræðingi, sko, nýta tíman. Yeah. Og þegar ég var komið með fyrsta tíma þá horfði sálfræðingar og sagði, ég veit nú ekki hvað ég á eiginlega að gera með þig hérna einu sinni í viku, þú ert nú bara með þeir hressari sem hefur komið hérna. Og ég sagði, já, ég veit það, ég er nú bara svo heppin að ég er ekki þunglynd og þetta þó að líka minn hafi svona svolítið gefist upp og neitað að hlýða, eins og maður segir, að þá fannst mér ég aldrei vera þunglynd eða eitthvað svoleiðis. Hverju þakkar það? Ég veit það ekki. Kannski að maður hefði verið að nota reiki með eða eitthvað svoleiðis líka og líka bara svona að maður hefði reynt að taka þetta svo jafna að geði. Hvernig gengur þér að sættast við það sem þú getur ekki gert? Það hefur náttúrulega verið svona brokkgengt, sko. Ég er náttúrulega skárri, þannig ég er farin að geta meira. En auðvitað var það náttúrulega hundfúlt. Já. Hundfúlt að geta ekki tamið hestana sína sjálfur. Og þurfa að, sko, svona liggur við pall til þess að komast á bak því að vefjagigtin gerir mann alltaf svo stífan og stirðan. En þú gefst ekki upp? Ég fer samt á bak, maður þarf bara að sætta sig við. Já. Eins og ég segi, maður er komin á bara barna og úlingahestana. Já, já. Það er svoleiðis. Já. Og þegar ég kom á Kristnesi þá var það mottóið að ég ætlaði að fara að ríða út aftur. Líka ég var búin að læsa bakinu svo svakalega. Að fá bara þessa mýkt í hreyfinguna í bakið að
að ég setti að mér sem motto að komast á barnahestinum Já. upp og niður afleggjarann Já. á feti. Já. Það tókst ekkert alltaf. En þú ert hætt að renna niður brekkuna og þú sérð eitthvað ljós framöndan, er það ekki? Jú, það er náttúrulega bara strax og ég fekk að hætta að vinna. Já. Já, þú orðar það þannig. Já. Þú fékkst að hætta að vinna. Var það alveg það sem að í raun og veru var vendipunkturinn í bata? Já, meðan ég var náttúrulega að vinna þá var náttúrulega ekki bati. Nei. Og það var, sko, utan vinnuna náttúrulega innan gæðlega bara ekkert líf, sko. Nei. Man gerði ekki neitt. Nei, það veit ekki. Því þá var maður bara að hvíla sig eftir. Hvernig er að kynnast þessari hlið á Berglindi? Hvernig ertu að reyna að sættast við hana? Já, þetta gengur alveg og hjálpa mér náttúrulega, finnst mér rosalega mikið að hafa hestur sig og hrossin. Já. Geta dunda með þar. Já. Bara takk fyrir að segja henni sögum þína, þína leið í þessu lífi og gangi þér áfram vel. Takk. Með hana, takk.